Þá höldum við áfram óvissuferð okkar Húnaþing vestra. Í síðasta þætti lögðu 3 lið af stað út í meiri óvissu en nokkru sinni áður. Liðin 3 skipa, parið Eldhressa frá Stykkishólmi, Högni og Íris, mæðkinin Ketill sem situr í stjórn Manntrúar og móðir hans og seðkonan Sigríður Ásný Sólarljós. 3. liðið skipa systkinin Aðalheiður og Andri en þau bjuggu í Þýskalandi í 14 ár og segjast koma með þýska stálið í þessa keppni. Liðin byrjuðu þessa keppni á því að svara nokkrum spurningum í Ólafslundi og fengu þá afhenta fyrstu vísbendingu sem fólst í því að koma sér með einhverjum hætti að Gauksmýri. En frá Ólafslundi eru 42 kílómetrar að Gauksmýri. Er þetta ekki bara stutt hérna frá? Getum við ekki hlaupið eða? Öll völdu liðin að húka sér far. Við erum með óvissuferð og þurfum að komast í Gauksmýri. Þegar á Gauksmýri var komið þurftu liðin að leysa ýmsar þrautir áður en þau fengu afhenta næstu vísbendingu. Ætla að hlaupa? Já, ég ætla bara að koma niður mig. Við skildum við liðin í síðasta þætti þar sem mæðkinin voru að yfirgefa Gauksmýri og mættu þá parinu frá Stykkishólmi sem voru síðust til að skila sér á Gauksmýri. Já, gerðu á þau. Þau eru búin að ná okkur hingað. Þannig við náðum á Gauksmýri og sáum nú í raskatið á öðrum liðum sem voru þar á fullu spanni. Takk. Góðan dag. Góðan dag. Gjörðu svo vel. Takk. Og leiðbeiningar hérna aftan á. Eitt, fara í þessu til. Það hlýtur að vera handling þar. Shit, maður. Heyrðu, kannski hún taka okkur með. Hún er kannski að halda áfram. Það væri algjör snilld. Ertu til í að taka okkur áfram? Já, grið. Ó, takk. Aftur myndavél. Já. Er ekki þetta? Ok. Hvað áttum að gera? Það stendur bara farið í þessu síð. Högni, þetta er svakalegt. Íris, nú þarft þú að fara að opna augun. Okkur gekk nú vel að komast í gegnum. Já, við fórum nokkuð svona... Fórum nokkuð hratt þar í gegn, hratt þar í gegn, svona vísbendingarnir í Gauksmýri. Íris. Það eru margir hestar til á Gauksmýri. Já. Já, ég til dæmis taldi alla hestana í Gauksmýri. Það voru 120 talsins, svo frétti ég það að hinir hefðu fengið að spyrja. Hvað eru margir hestar til á Gauksmýri? 120 held ég. 120 hestar. Þannig að við drófumst aðeins meir aftur úr þar, út af þessari talningu. Já. Fuglaskoðunarhúsinu þar sé stórt og mikið vatn. Hvað heitir þetta vatn? Hvað heitir vatnið þarna? Gauksmýratjörn. Nei, en þetta hana? Miðfjarðarvatn. Miðfjarðarvatn, takk til mínar. Hvað heitir elsti hesturinn á Gauksmýri og hvað er hann gamall? Það heitir Topar. Topar. T-O-P-A-R. T-O-P-A-R. Hann er 31. Topar 31. Já, Eiríkur. Jæja. Hvað tekið þetta? Þetta er myndin og textinn í gamla lófi er svona hér einhverstað. Og þetta var náttúrulega svolítið blautt. Þannig þetta var að ættir að geta að lesa þetta, ekki? Jú. Herru, Gjörðu svo vel. takk fyrir kærlega. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Hjörtu með kremi Hjálmar hans bróður, hann semur, finnur nú hans móðir. Já. Systkinin Aðalheiður og Andri sáu fljótt að þau þurftu aðstoð við næstu vísbendingum og ákváðu því að taka upp símann og heyra í þeirri sem væri líklegust til að hjálpa þeim. Mömmu. Hæ, þú ert að spíkar. Bara ekkert segja neitt ónulegt. Þannig að við erum með vísbendingu, við erum svona ratleik, við erum að reyna að komast áfram. Hjörtu Meyja kremur, Hjálmur er hans bróðir, í dauðaþögn hann semur, finnur nú hans móðir og við erum einhverstaðar rétt hérna hjá Komstáka. Þannig þetta hlýtur að... Hælir. Það var nú aldrei svo. Já. Thank you, baby. Kærlega. Meira. Þakka þér fyrir elska mín. Ég hef nú viljað hitta önnur líka, það er sama. Hjörtu Meyja kremur, Hjálmur er hans bróðir, í dauðaþögn hann semur, finnur nú hans móðir.
Svo þegar við vorum komið með, þegar við vorum búin að leysa sem sagt allar þrautirnar sem við áttum að leysa þar og finna allt sem áttum að finna, þá fengum við næstu vísbendingu. Þann sem semur í dauða þögn og á hjálm fyrir bróðir. Jæja, Guðmundur minn, þá byrjar það. Dettur þér eitthvað í hug hvað þetta er? Hún má ekki segja. Já, þessi elska. Já. Dettur þér? Nei, ok. Hörðu, hvað er hérna, Íris? Nei, blessu. Þú ert ótrúlega klár kona. Nei, ekki. Nei. Dettur Dettur þér í hug hvaða staður þetta er? Veiði eðlið. Og móðir. Já. Herru, ég hugsa með þetta, ég hringi eftir smá. Já, ok, bye. Það er í hurðinu, þú veist það. Takk. Þrátt fyrir að mæðginin hefðu gott forskot á hin liðin fengu þau aðeins farað afleggjaranum að Hvammstanga en þaðan er 4 kílómetrar að Laugarbakka. Þau sáu sér því þann kost vænstan að leggja af stað á 2 jafnfljótum. Skokkum við ekki bara að það? Þetta er vísbendingin, þetta er eitthvað hug. Sem er núlagt. Já, ok. Finnir nú hans móðir. Sett ég ekki hérna vísunum? Nei, við erum bæði, við vorum 14 ára úti. Hann Ásgeir Trausti, söngvari. Ok. Finnir nú hans móðir. Ef við fara heim til hennar. Það var að finna okkur fara aftur. Já, spurjum þær. Ertu til í smá skull? Við erum í ratleik og við erum að komast til Hvammstanga einhvern veginn. Já, það Aha, kannski. Ég þarf að spyrja hvort að ég megi það. já, örugglega. Halló. Nú eru svo Stappafundur. Þið eru svo fróðar. Kveikið þið hvaða staður þetta er? Kveikið hvað þetta er? Ég veit ekki hvað. Já, Hvað heldur þú? Jú, hvað með það? Ekki vera feimin, ekki vera feimin. Við held að sé hérna Pálínu af Ásgeir Trausti eða ekki, dauða þögn. Já! Vel gert! Hvað er pímún? Hvað búið þau? Laugarbakka. Laugarbakka. Og í hvað átt? Það er aðeins lengra að komast. Vil ég skuttla okkur? Hver er á bíl? Getur þú keyrt okkur? Þú ert svo sæt. Ef að koma? Þú ert æðisleg. Herðu, þú ert snillingur. Þá skellum Takk okkur. fyrir, góða helgi. Alles klart, takk. Svo fengum við einn rosalega indæg stelpa sem átti að fara í vinnuna en var samt tilbúin til að skuttla okkur. Já, það var að fljóti að fara. Já. Þá sáum við mækinn labbandi hann á veginum og náðum að taka fram með. Það var fagnaður í bílnum þá. First place! First place! Ok, núna þarf að drífa okkur. Já. Virkilega. En þau veit ekki hvað það voru fyrir. Hæ? Nei, það er góð. Við sáum glemt í bílnum með móður. Já. Það get ekki allir verið fyrstir. Herru, Teigagrund. 6. Rúlluðum vel saman á Gauksmýri. Systkinin rötuðu loks á heimili Pálínu, mömmu Ásgeirs Trausta á Laugarbakka. Engin heima. Gæti verið. Parið frá Stykkishólmi var enn á leið þangað eftir að hafa sníkt sér far. Þú ekki að binda þig? Ég? Jú. En mæðginin áttu hins vegar eftir rúmlega kílómetra labb. Takk kærlega fyrir þetta. Þetta var hellingur. Þetta var bara ótrúlega mikill Er það hér? Þar var enginn heima. Erum við ekki örugglega í réttu húsi? Ha. Við eigum að finna hana. Ef maður finna það? Já. Ok. Er hún týnd? Hvar ætli kona vinni? Eftir nokkra leit að Pálínu rötuðu systkinin á vinnustað hennar á Grettisbóli sem kallaður er Spes sveitamarkaður. Þar fengu þau afhent púsl sem þau þurftu að klára áður en þau fengu næstu vísbendingu. Færum okkur svona aðeins hérna. Og já, svo ertu bara að púsla. Það gekk bara mjög vel. Við vorum ekkert að... Það var teamwork, sko. Það var bara... Fyrsta alveg sem gengur upp hjá okkur.
Og eftir 4 kílómetra lapp voru mæðginin loksins komin á áfangastað. Er þetta handverksmarkaður? Nei. Þetta? Ok. Hefur bara eitthvað hérna á hús eitthvað. Það maður ekki týna fjöðrinni minni. Þetta er gras, þetta er gras. Fenguðu þér fara alla leið? Sjálfsögðu. Við löpum frá Hvammstanga-afleggjaranum. Engin nema hér Íris, næsta hús. Svona bönkum upp á í nærliggjandi húsum. Ágætis maður sagði okkur þá, hún gæti verið þarna í einhverju handverkshúsi. Hvað er það? Hver er móðir Ásgeirs Trausta? En hún var að fara að púsla bara. Takk. Þá voru hinliðin komið þangað og byrjuði að púsla. Og púslinn er alltaf ekki mín sterkasta hlið. Þannig að það var lítil hjálp í mér þar, þannig að hún svona... En þetta gekk samt bara furðu vel. Þóttu að við hefðum svona dregið svolítið aftur úr í upphafi að hérna á nú bara samt gaman að ná í hinliðin og hérna vera í stemningunni saman. Jæja, hvernig gengur? Bara mjög vel. Stressið er svona að byrja núna. Það fyrir að styttast í annan endan á þessum hluta keppninnar. Við sýnist þið vera fyrst með þetta púsl. Ótrúlegt að sé orðið svona jafnt. Hvernig gengur ykkur? Frábærlega. Þetta er allt að gerast hjá okkur. Eru þið miklir púslarar? Nei, ekki ég. Ég púsla svolítið mikið svona jólunum sem. Þetta er smá kerfi. Haldið að þau hafi valið auðveldasta púslið? Þau? Langu auðveldasta. Bláar er niðri. Sér, núna verður geð fljótur að púsla. Ok. Systkinin kláruðu púslið fyrst allra og fengu aðfenda næstu vísbendingu. Fæðing, Ólafssjóðurinn, fyrsta saman. Er þið hérna? Já. Við erum rafleik og vorum að klára núna frá vísbendingu. Og við erum að koma okkur einhverstað. Vísbendingin fæðingar Ólafssjóðurinn finnst þar ásamt selum. Ferðamanna svefnstæðurinn í frystigeymslu felum. Nei. Ekki, þetta er þrennt hérna saman, sko. Það hlýtur að vera einhverstað nálægt hérna. Gæti verið fyrir hóf. Fæðingar Ólafssjóðurinn er náttúrulega Hvammstanga. Frystigeymslan er ekki frystigeymslan Kaupfélaginu? Já, undir. Sem sagt. Hún er undir, sko. Selasetrinu, eða þannig innar, þess ekki. Finn ég það strax ef ég læti einhvern kæra með eitthvað? Já, bara segir þú sért að leita Selasetrinu og... Selasetrinu og allir. Takk hellega. Það er ekki að spyrja hvort einhver sé að kæra með Hvammstanga. Excuse me. Are you driving to Hvammstangi? Are you driving into Hvammstangi? No? Okay, thanks. Herru, þá bara okkur far. Svo verður einhverstað. Hér ekki, þessi línu. Já, jú. Still. Hvert er það að fara næst? Talið þið, ert þú Pálína? Nei, þarna er þetta. Ég er með okkur með það. Svo þú að keyra okkur? Næs. Heyrðu það svona utan að mér á næsta liði sem var komið fram úr okkur að hérna... Værum á leiðin á Hvammstanga. Já. Snill. Það er bara undan hinum hófum þetta. Ég býða þarna. Heyrðu. Þetta var næs. Þannig að mæðgin náði okkur aftur. Þannig að þótt að við kláruðum púslið undan þá vorum við labbandina og þau keyrðu fram með og
og með glikkana niður og vingandi. Þannig var svona, djöfull. Við vorum aftur lent í öðru sæti þá og þurftum að fara á Hvammstanga. Það er aftur í. Hæ. Það var eitt lið að ná fram á okkur, við vorum eiginlega fyrst að púsla og þau voru náðu fyrir far. Fyrir tilviljun fann eitt liðið á endanum mömmu hans Ásgeirstrausta. Já, hæ, við böggum heima þar, við fórum frá já.is og... Það var ekki komið til dyra eða hvað? Nei, þannig við svo fórum og kíktum hann inn og fundum þetta. Hingað, erum við hingað? Nei, ég hef aldrei komið hingað. Góðan dag. Liðin ruku í ofboði inn á Selasetrið en það var litla hjálp að fá. Er einhverja vísbendingar hérna fyrir ratleik? Nei. Hæ! Er þú sem þú ekki með neina vísbendingar? Ég er ekki með neina vísbendingar. Og ekki verkefni? Á meðan á þessu stóð voru Íris og Högni enn á Laugarbakka en þau dóu þó ekki ráðalaus. Strákar, ekki vill svo vel til að einhver ykkar geti skuttla okkur niður á Hvammstanga. Reddið okkur. Snillingar. Ég blikkaði þá og bara, hann var svo ljúfur þessi elska, sagðist bara skildu þurfa að redda okkur og stökk af stað og bara... Mér finnst annars ekki skrítið út, ég stóð þarna 3 með 300 kíló stein, svo leið og þú baðst hann með hjálp, þá stökk hann frá og hinn stóð einu með steini. Já, fékk pásu. Já, herru, ég veit ekki hvað við En ok, brilljant. Er einhver annan, Andri? Nei. Fæðingarorlofssjóðurinn finnst þar ásamt selum. Ferðamannasöfnstaðurinn í frystigeymslu Felum. Í frystigeymslu Felum? Þetta er bara í frystigeymslu. Það er ekki svefnstað þar að þeim. Ferðamannasvefnstaðurinn í frystigeymslum Felum. Sko frystigeymslunar eru þarna hjá Selasetrinu. Þannig við förum þar frammi og alveg bara... Förum við einhverstað bakvið eða förum við fram hana? Nei. Hérna Selasetri er svona hlið, svo er þú Ok. Alveg við sjó. Og sko fæðingarorlofssjóður er hérna uppi í Kaupfélaginu. Ok. Og frystigeymslu... Já, ferðamannasvefnstaður, það er ekki svefnstaður. Þetta er bara bull. Er ekki bara við sjóin og þá til hægri? Já. Það er núna að leita þessu frystihúsi. Já. Frystigeymslum Við erum ekki að tala um það sem fór illa, heldur allt það sem gerðist vel. Ekki að segja mér að segja kjarninni. Let's go! Opnaðu það með hann. Já, opnaðu. Og þá voru komin í frystigeymslu og fundið tjald þar og vísbendingi að fara á tjaldstæði og setja upp tjald. Fucking tjaldstæði. Já, þá voru þau mækina aftur komin fram úr okkur með ná í far. Fucking hell maður, akkur ná þau alltaf fucking bíl. Veit það ekki. Afsaki. Afsaki, við erum í svona ratleik, getur fengið far hjá þér á tjaldsvæði? Ég er ekki að fara nýtt. Það er ekki reitt. Hvað ég spyrja þig? Hæ, við erum í ratleik, svona í keppni. Getur þið gefið okkur far á tjaldsvæði? Við þurfum að setja upp tjald á tjaldsvæðinu. Ef það nenni. Við erum í keppni, hinn eru komin á undan. Já, við tróðum okkur. Takk æðislega. Það var samt indælt par sem eldri par sem tók okkur með. Hvar eru þetta þriðja liðið? Halló, getið þið einhver sagt okkur hvað þetta geti? Nú?
fæðingarorlof sem finnst þar ásamt selum. Frystigeymsla í Felum, það er sjálfur frystigeymslan hér við hliðina. Við hliðina? Já, það er hérna á bakið. Heyrðu, takk fyrir þetta. Við veitum Ferðamanna það ekki. svefnstaðurinn Já, í Frystigeymslu. Frystigeymslu Felum. Fyrir mér á fæðingarorlofssjóðinn. Þetta er bara búð, sko. Þú sé Sjóðurinn er hérna. Frystigeymslunni hana. Já, heldur það ekki? Tjekkum á því. Já, takk æðislega fyrir þetta. Það er yndislegan dag og takk aftur. Takk fyrir. Seriously, á kínversku? Er það ekki að grínast? Hvað gamlar frystigeymslu því maður? Gamlar frystigeymslu. Hérna? Fiskigeymslu? Frystigeymslu? Já. Er það Er það hér? Þú sé hvað þarna inni eitthvað vísbending er í þessu. Það er einhver búinn að ganga hérna. Hérna er þessu. Fannst þetta? Já. Vel gert. Tjaldsvæði Hvammstanga. Við erum að drífa okkur. Já. Hvað er tjaldsvæðið? Góði. Við erum í smá keppni. Já, takk. Svo fengum við hérna, nöppuðum við þar eina stelpu sem að var að koma úr hérna Úr áfengilbúðinni. úr mjólkubúðinni líka. Þú ætlaðir aftur þangað. Og hérna, hún bauðst til þess að skuttla okkur hérna upp yfir. Er þið fyrsti hópurinn? Nei, við erum nefnilega síðust. Við erum síðust. Við erum síðust? Já, Já, já. það er eiginlega ráð fyrir því. Þegar þarna var komið við sögu var spennan orðin veruleg enda ljóst að það lið sem myndi klára að tjalda fyrst myndi sigra þennan hluta keppninnar og það var ekki bara heiðurinn að veði, heldur einnig fjölmörg stig. Hvar er hurðin? Þannig á. Hurðin. Þannig á. Heyrðu, þú er snillingur. Takk Heyrðu, kærlega takk. fyrir ómakið. Alveg kærlega, takk, takk. Góða helgi. Bless. Þegar hjónin frá Stykkishólmi mættu loksins á svæðið voru mæðginin rétt við að klára að tjalda og allt klárt. Systkinin voru rétt á eftir þeim. Og við vorum fyrst að tjalda, það er það sem skiptir máli. Og hérna... Við unnum þessa þraut. Já. Sko, ég þoli ekki að tapa. Þannig að það er eins gott að við vinnum þetta seinna. Þetta gekk bara hérna svona fumlaust fyrir sig, við bara gengum beint til verks. Þar var ég svona, ég vil segja Þar var hann á heimavelli? Já, ég er ekki frá því, ég hef verið á heimavelli þar. Hann kann að binda þessa hnúta og Það þurfti ekki að binda hann inn á hnúta, stinga hann í hælum. Já, eða það. Minnst þú nú betri í þessu heldur en púslinu, sko? Hver? Þú? Ég segi nokkuð. Það er smá klúður hérna í byrjun sem Þetta er helvítis vitleysa. Done! Og vorum rétt töpum þessa keppni, þannig lenti við öðru sæti, þeir voru aðeins fljótari en við, þannig það er líka svolítið langt síðan maður tjaldaði síðast. Og hefur einhver alltaf gert það. Þannig, nei, við lentum við öðru sæti í þessari keppni. Og það var bara svakalega skemmtileg keppni og ekkert sem maður hefur gert áður, þannig að þetta er alveg ný upplifun. I heard there was a secret chord that David played and he pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah. Mighty good. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Eftir mikinn hasardag var komið að því að slaka aðeins á. Á svæðinu hátíðin Eldur í Húnaþingi haldin árlega síðustu helgina í júlí, einmitt helgina sem við fórum stödd á svæðinu. Einn helsti atburður hátíðarinnar eru tónleikar í klettaborgunum sem kallast Borgarvirki og þangað lá einmitt leiðin. Og þessu sinni var það hljómsveitin Kókos sem lék fyrir gesti. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips he drew the hallelujah. 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 Í næsta þætti fara keppendur meðal annars í selasiglingum, sápukúlurennubraut, boltaþraut, boðhlauk og hestafimleika. Fylgist með þegar keppnin heldur áfram næsta fimmtudag á N4. Takk fyrir okkur Borgarvirki!